Í upphafi alda, þar sem í mér bjó, þar sem ekkert var hvorki sandur né sær né svalar öldur. Jörð fannst ekki né heldur himinn, var ginnungagap en hvergi gras. Djöfull ömurlegt að vera einn hérna. Djöfull var ég til í að hafa einhvern með mér. Áður en Bors synir lyftu löndum, þeir sem sköpuðu hinn ágæta miðgarð. Sól skein úr suður átt á steina jarðarinnar, þá var jörðin gróin, frjósumum gróðri. Nú stubbastund, nú stubbastund, nú stubbastund. Goðin settust á fund og báru saman bækur sínar. Þeir gáfu nótt og afkomendum hennar nöfn. Þeir letu heita morgun og miðjandag, nón og kvöld. Þeir ákveða að telja tíman síðan í árum. Tíminn á heita Sigfús, endir. Sjáðu! Æsirnir hittust síðan á Iðavelli. Þeir reistu háa blátstaði og hof, smíðuðu eldstæði, gripi úr gulli, tangir og tól. Lalalala, smíði. Strákar, sjáu hvað ég gera. Já, sæl, hvað er að búa til eiginlega? Ég veit ekkert hvað í gangi. Ég að búa til eitthvað svo kallað blótstaf. Ég veit ekki, blótstafur, staður, ég veit ekkert. Þetta veit ég núna. Þeir teldu síðan á túninu og voru mjög kátir. Það skorti ekki gullið, þá var gaman. Þar til 3 þursameyjar komu. Lalalala. Strákar, það er einhver stelpu komni að gamli. Förum að gera eitthvað kúl. Strákar, ég týndi gleraugunum maður. Það skiptir ekki máli, kall. Jú, víst. Goðin héldu síðan á fund og ráðguðust hver ætti að skapa konung dverga. Af hverju erum við alltaf á þessum fundum? Pant vera konungurinn. Æ, nei, mig langar að vera konungurinn. Goðin fór á ferðalag í mannheima. Þeir voru að leita að einhverju lífi. Þeir löbbuðu lengi og lengi og lengi. Þeir löbbuðu lengra og lengra og lengra. Þeir löbbuðu langt. Ég hata þessa kindur út allt. Ég bara orðið þreyttur á þessu, skilurðu. Býttu, ætlum við að finna eitthvað líf hérna? Við fundum líf, þetta er alveg líf. Er það ekki? Hvar erum við eiginlega? Ég var alveg tindur á okkur maður. Við rautum ekki tilbaka. Jú, ég mátt að vita. Strákar, ég sé hvað það er eitthvað. Nú, hvað sérðu? Ég sé fólk, þetta er eitthvað fólk hérna, hvað er þetta, hvað ég hrættur? Vá, þeir eru nú eitthvað afskaplega litlaus. Hjálp. Ég kem bara og gef ykkur lit, bunk. Ég veit ask sem heitir Yggdrasil, hátt tré sem auðsýðir yfir. Þaðan kemur döggin sem fellur í dalinn. Tréð er ávallt grænt og fallegt. Sjá þetta tré, aðeins of sætt. Í trénu eru 3 meyjar sem vita margt. Þær eru kallaðar urður, verðandi og svo 3. skuld. Þær ákveða líf manna og örlög þeirra. Komdu í partí. Við erum urður, verðandi og skuld. Og komdu í partí til okkar, já. Komdu í partí, já. Komdu í partí, já. Ég man eftir fyrsta vígi í heiminum.
þegar Gullveig var margstungin spjótum og þeir brenndu hana í höllu Óðins. 3 brenndu hana, 3 fæddist hún, oft og ósjaldan. Þá lifir hún enn, mögnuð kona. Hvað ætlar hann að drepa mig hann að bussurnar ykkar? Bittu nú við. Hérna er ég komin aftur. Þú líði ekki þessa tík. Haft hana. Vá. Hún er hún. Og hérna er ég komin aftur, bye-bye. Náðu henni. Ná mér aldrei, na. Goðin settust á fund og ræddu hvort þeir ættu að þola þessi bótalust tjón sem Gullveig olli, eða hvort þeir ættu að krefjast skaðabóta. Ég vil skaðabætur, ekkert kjaftaði. Rögnvaldur Sigurtryggsson ætlar að segja okkur frá fyrsta stríðinu sem varð í Ásgarði. Já, man eftir fyrsta stríðinu, þegar Óðinn fleygði spjótinu og skaut í herinn og herinn brust síðan inn í Ásgarð. Goðin settust á fund og ræddu hver hafði svikið þá og gefið jötni Freyju. Sko strákar, við það smá vesen að það er einhver búinn að gefa jötn Freyju og við vitum ekki hver það er. Helviti svesen, hvað gerum við nú? Þór sat alveg æstur, hann vissi valla hvað hann að gera. Nú er ég reiður. Völvan sat ein úti þegar Óðinn kom og leit í augu hennar. Hvers spyr ég þér mig? Hvers vegna eru þér að prófa mig? Ég veit allt það, Óðinn minn. Hvar þú faldir augað þitt í hinum ágæta mýmisbrunni. Viltu enn fá að vita meira? Hún sá valkyrjur sem komu víða að, tilbúnar að ríða á fund goðanna. Skuld hélt á skildi, Skögul kom önnur og Gunnur svo þriðja. Þær sem mættu seint eru Hildur, Göndur og Gerskögul og nú eru taldar dísir Óðins. Hún sá Baldur hinn blóðuga Ás, sonur Óðins. Hann var mjór og mjög fagur mistiltitt stóð og vaxinn upp úr moldinni. Bróðir Baldurs var snemma fæddur, sá sonur Óðins. Hann þvoði aldrei hendur sínar né greiddi sér áður en hann bar banamann Baldurs á bál. Viltu enn fá að vita meira? Hún sá lævísan mann bundinn og liggjandi á óhugnulegum stað. Hann var líkur Loka. Viltu enn fá að vita meira? Á fellur að austan Eiturdali, full af allskyns sverðum, sú á heitir Slíður. Fyrir norðan á niðavöllum stóðu hús dverga. Þau voru öll úr gulli. Þau voru svo falleg að jafnvel þegar maður leit á þau sá maður sjálfsmynd sína. Hinn gamla tröllskessa sat austur í Járnviði og eignaðist úlfa. Af þeim verður einn sérstakur bani, tunglsins í líki trölls. Voff, 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 voff. Við erum stödd fyrir utan Knipahelli, þar sem fjötrar munu slitna þegar úlfurinn, Fenrisúlfurinn, kemur hlaupandi út. Nú er að gerast eitthvað, Nú sjáum við þetta. Hann kemur Fenrisúlfurinn, hann er að koma, hann er að hlaupa út. Já, flott, hann er slappinn. Bræður munu berjast og drepa hvor annan. Systrasinnir munu spilla fjölskylduböndum, erfitt í heiminum, mikill hórdómur, axaröld, sverðsöld, skildir eru klofnir, vindsömöld og úlfaöld. Hið gamla tré, Askur Yggdrasill, stynur og skelfur þar sem hann stendur.
Hrymur kemur agandi úr austurátt með bros og vör með sínar fallegu tennur. Hann svo kátur því að miðgarsormurinn bylti sér ákaflega. Naglfari kemur úr austurátt. Koma munu jötnar úr músbelli yfir hafið. Jötnaðir fylgja allir Fenrisúlfi og með þeim í för Loki. Hvað að gerast hjá ásum? Hvað að gerast hjá álfum? Óarlegur hávaði í jötunheimum. Æsir sitja á fundi, dvergarnir sem kunnugir í klettum stynja fyrir framan steindir. Viltu enn fá að vita meira? Magnað! Nú kemur sorgarefni Friggjar þegar Óðinn fyrir að berjast við Fenrisúlfinn. Ég drep þig! Þá það heitt sorgarefni Friggjar. Þegar Freyr berst við surt, þá mun eftirlæti skoð Friggjar falla. Þú ætlar þú að drepa mig? Ég ætla sko að drepa þig. Gengur það eitthvað? Nei, ég held ekki. Ég ætla að hleypa á þig, byrju. Víðar ákvað að hefna föður síns og berjast við Fenrisúlfinn. Sko, ég ógeðslega pirraður út í þig. Þú dást pabba minn og ég ætla að drepa þig núna, litla tíkiðinn. Þá kemur einn ágæti sonur jarðar, sem sagt Þór, fram að berjast við orminn. Orminn drepur Þór með sínum eiturblæstri og Þór bara dó. Ég drep þig! Ég næðir á endanum. Ég ormur, Nei, þú þarft búið að eitra á mig. Nú drep ég þig. Ég skal sko ná þér á. Víst að Þór dauður, þá bara engin von eftir. Þór, Óðinn, Freyr, allir dauðir. Sólin sortnar, eldur kviknar í aski. Sjáu hvað þessi Ragnarök hafa gert. Eyðilagt okkur fallega Áskar. Nei, þetta svo leiðilegt. Svo leiðileg stund, allt ónýtt. Já. En það var allt orðið ánægilegt eftir svona 100 ára eða eitthvað. Blómið birtist og allir yrðu ánægðir. Æsir hittust aftur á Iðaföllum og allir voru ánægðir. Ég ánægður. Ég líka, hann ánægður. Allir ánægður, það alltaf gerast aftur upp á nýtt. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. 'Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, be the real one.